Við erum komin hingað til Hilmars í Stólpi Gáma og hann ætlar að segja okkur aðeins frá ferðaklósettum og byggingum utan þau. Sæll Hilmar. Takk fyrir að taka á móti okkur. Hvað geturðu sagt okkur þessi ferðaklósett eða ferðarými sem þið eru með? Sko, við erum með svona svokölluð gámahús, klósett í gámahúsum sem við hefur verið að leigja og selja til byggingaverktaka í mörg ár. En núna hefur verið að fæst svolítið vöxtað að ferðaþjónustaðilar hafa verið að sækjast eftir að fá svona á bæði tjaldstæði og á þá staði þar sem fjöldi af ferðamönnum er það mikill og engin aðstæða fyrir ferðamanninn. Já, eru þá kamrarnir, heyra þeir sögunni til eða? Já, myndi segja það, með því að nota þessa aðstöðu sem við erum að bjóða. Þá erum við að tala bara mjög snyrtileg og fína aðstöðu. Já. Bæði það er hiti og rafmagn, það er ljós og það er ekki verið að nota þessu gömlu plastklósett. Þannig að þau heyra rauninni sögunni til. Já. Þannig að byggingaverktakar og tjaldsvæði eru að fá sér svona ferðaklósett í meiri mæli heldur en kamrana í dag. Já. Það er, eins og segið, það hefur aukist mjög mikið og sko, við erum náttúrulega í þessum klósettaðstöðu sem við erum með, þar erum við með heitt vatn líka. Það er hitakútur og þannig að það er heitt vatn í vöskum. Svo er þetta tiltölulega þægilegt í uppsetningu á stöðunum. Það eina sem þarf að gera, það er að tengja vatn að þessu og frárennsli og rafmagn og þá er þetta tilbúið. Þetta tekur rauninni bara, má segja, nokkra mínútur að ganga frá þessu. Já. Og ég tók eftir á hliðina á gámnum að þetta eru engin geimvísindi að tengja þetta. Þetta eru bara tvö rör og allt klappað og klárt. Já. Bara vatninn og frárennslið og þá er þetta tilbúið. En eins og maður er að sjá svona á klósettum hér og þar að það eru svona handþurrkur, svona rafmagns. Er það í boði að setja svoleiðis inn? Já, það er boðið að vera með svoleiðis því það er rafmagn og rafmagnstengingar í þessu. En stærðirnar á þessum ferðaklósettum eða gámum, það er hljóta að vera nokkrar í boði eða ekki? Jú, það er hægt að fá þetta frá því að vera bara eitt klósett og vaskur og upp í, eins og tilfelli hérna, sem gám hérna fyrir aftan okkur, þar eru við með 4 klósett, 4 vaska og jafnvel hægt að hafa fleiri. Það er bara eftir því hvað hentar á hverjum stað. En nú svona í framhaldi af ferðamála umræðinni sem var í fyrra að það var mikil vöntun á ferðaklósettum og svona þannig að fólk var að gera bara þarfir sínar út í skóginum sem að við náttúrulega viljum ekki eyðileggja íslenska náttúru en heldur að það sé hægt að koma svolítið í veg fyrir þetta núna í sumar. Ferðamannastraumurinn mun aukast, við vitum það, en heldur að þetta muni batna? Það væri hægt að koma fyrir nokkuð mörgum húsum sem við eigum til að lager og á þá staði sem að vantar svona salernisaðstöðu. En þurfa að vera svona umsjónarmenn eða það þarf ykkur að sjá þetta eða ekki? Jú, það vantar að þrífa þetta og eins og þið sjáið inn í þessum húsum þá er tiltölulega þægilegt að þrífa þetta, dúkur og gólfum og í alla staði mjög þægilegt að þrífa þessu klósett. Þannig að við ætlum að koma í veg fyrir þetta í sumar, eða ekki Hilmar? Jú. Og allir að koma í Stólpa Gáma eða hringja og panta gáma á þessu svæði sem er þörf á ferðaklósettum. Er það ekki bara? Jú, er það ekki bara. Við eigum töluvert mörg klósett fyrirliggjandi og þannig að fyrstu koma, fyrstu fá. Já. Frábært Hilmar, takk fyrir að taka á móti okkur og bara gleðilegt sumar. Takk fyrir það, sömuleiðis.